Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl. Við ætlum að ræða saman, ég og Björn Þorláksson, sjónvarpsmaður hér á stöðinni, stefnuræðuna frá því í gærkvöldi og umræður hana. Fannst þér mikið til koma? Nei, mér fannst ekki mikið til koma. Ég að velta því fyrir mér hvort þetta sjó, að maður slettir, að verða lélegra frá ári til árs. Það er sama og ég hugsaði. Það? Já. Eða hvort kröfur okkar aukast alltaf frá ári til árs. Ég held að bara áður hafi verið svona fleiri svona þungavíktar þingmenn sem töluðu blaðlaust og svona meiri ræðum en heldur en til dæmis ég sá varaformaður Sjálfstæðisflokksins las upp að blaði, mér finnst það ekki nógu gott í ykkur 5 mínútna ræðu. Það er alltaf að vera með púnta hjá sér og geta litin í púltið en að við erum ekki lesa. Nei, og svo eins og var hér bent á í kynningu á þessum þætti, bróðurinn gerði það Gunnar Smári, að það er líka þetta hvernig þingmenn bregðast ekki við stefnuræðinni þegar þeir taka til máls, heldur eru bara með sitt eigið prógram. Ég tek undir með Smára með það að hér í gamla daga þá var þetta meiri svona lifandi dýnamík utan kjarnamálsins sem var fluttur af viðkomandi forsætisráðherra. En núna fer þetta svo í allar áttir og það ekkert margir sem að munnhöggvast með rökum við Bjarna. Nei, það líka Steingrímur Sigfússon var nú oft í stjórnarandstöðu og eftir stefnuræðu forsætisráðherra kom hann alltaf þetta úr nú meira þunnildið og svona og gagnrýndi ræðuna og það sem að hún bar með sér. Ég held að hinn almenni áhorfandi að þetta byrja sem það Bjarni forsætisráðherra, þetta byrja með honum og ég held að fólk í sverð með að hlusta á hann. Það er fólk sem í vanda núna út af verðbólgunni og vaxtahækkunum og fleira að það er bara erfitt með að hlusta á Bjarna Benediktsson tala til sín. Við bara hvorki viljum hafa hann fyrir augunum á okkur né hlusta á hann. Já, ég held þetta sé þannig. Hann næri ekki, þetta er bara eins og bara úr sig ekki engin trúbator eitthvað sem enginn kemur til að hlusta á. Það getur vel verið að þetta hafi meiri áhrif á viðhorf okkar þegar við erum að fylgjast með dagskrárlið eins og stefnuræðunni í gærkvöld heldur maður áttar sig á. Það er ágætt að rifja það upp vegna þess að þú nefnir að þetta er 16% forsætisráðherrann okkar. Það voru 16% sem vildu að hann yrði áfram í ráðherraembætti eftir hann rökklaðast úr stóli utanríkisráðherra. Og ekki hefur nú fylgið hans vaxið síðan. Þannig að hann er náttúrulega ekki forsætisráðherra þjóðarinnar. Nei, hann næri ekki, það er alveg sama hvað hann er búið okkur, það er bara ósjálfrátt, það er bara fólki með bananérón. Ég held að, hann höfði ekki til nema þessa þrönga hóp síns, En útskýrir samt ekki, sóknarfærin sem manni finnst að ætti að vera hjá minnihlutanum hjá stjórnarandstöðinni. Manni finnst að Bjarni hafi kannski aldrei verið veikari fyrir. Það er mjög langt síðan einhver ríkisstjórn hefur setið jafn veik fyrir eins og núna er. Sóknarfærin eru út allt. Ef ég og þú værum í stjórnarandstöðu núna þingi heldur við myndum ekki svara stefnuræðu forsætisráðherra dálítið mikill ákefð. Heldur það fara búið til morfísræðu sjálfur? Ég segi það. En það voru ekkert mjög margir stjórnar andstöðu þingmenn sem að nýttu sitt tækifæri vel í gærkvöldsins. Inga Sæland, hún náttúrulega sér líka það ekki bara? Jú, með leikmunni, með blað, prósentutölur, tók líka áhættu eins og þarna í lokin þegar hún ekkert hálf, hún bara kendi ríkisstjórninni það að milli 20 og 30 borgarar létust inn á heimilum sínum á hverju ári
án þess að þeir fyndust fyrir en kannski bara löngu seinna að hún bara gerði ríkisstjórnina ábyrga fyrir þessu, það átti að sussa á hana, það ætluðu allir að vera voðalega móðgæðir og eitthvað svona, en hún sýnir þó sitt hjarta, hún sýnir sína tilfinningar, hún berst fyrir lítilmagnan alla leið fram í neglur og hún kann að flytja ræðu, þú kannski veist það að hún flytur allar sína ræðu blaðlaust. En það hún lögblind, hún næri ekki að lesa. Allt sem að hún segir í ræðustólu Alþingis bara hérna uppi. En það það kröftugustu ræðunar. Já, og að þú minntist á Steingrími J. Sigfússon hérna áðan, hann var náttúrulega valinn órator ársins, hvað eftir annað, vegna þess meðal annars að hér í gamla daga, vegna þess að hann talaði blaðlaust. Og hann talaði þannig að maður komst upp úr þeirri tilfinningu að maður væri að horfa bara á eitthvað fólk í vinnunni sinni á Alþingi. Hann hreif mann sko til að hugsa hluti og setja í samhengi. Þessi galdur ansi mörgum þingmönnum horfinn, virðist vera. Þegar ég var þingfréttamaður, sko, þá þetta svona menni svo Jón Baldvin, Friðrik Sofursson, Ólafur Ragnar Grímsson, Ingibjörg Sólrún og það var bara, sko, þar voru, sko, ræðumenn sem og Sáði Gesson sem var kannski fremstur þetta og ég einsinni segja smá sögu að því að þegar að Reymáli var og þá var Svandís í borgarstjórn og það var mikið mál og hún skildi eftir sig svona spor allstar, þannig að alltaf bókaði allstar alltaf að rekja sko svona, gerði þetta mjög faglega og við erum að tala þetta ég og Þorsteinn Pálsson þá segir hann, hún bara verið svolítið lík pappa sínum í pólitíkinni og þá segir en það segir mér það hlýtur að vera erfitt að glíma við Svavar í þinginu. Nei, ekki aldrei. Þá segir menn, come on, hann besti ræðum að bara sem að í minni lífstíð allavega. Þá sagði Þorsteinn, hann frábær ræðumaður en hann fer aldrei út úr málinu. Það alltaf þetta svara manni sem að tala það sem í umræðinni. Já, ég skil. Þannig að það var bara gaman að vera á móti Svavari því að orðkingi var svo mikið og ástriðan og allt þetta, en hann fór aldrei út af teinunum, sko. Einmitt. En ég ekki viss að sé margir svona, þegar ég rifjaði með Þorsteini og sagði, ný, það ykkur aðri núna sem svona, vill ekkit sem eina þeir hafi endilega verið fremstir hann á þeim tíma, en þetta voru skörungar, sko. Þetta voru skörungar og við munum báðir, sko, mér líku að segja snilligáfu þingmanna þegar koma málþófi. Hvernig gátu sko skrúað niður, skrúað upp, hvernig gátu talað endalaust, þannig að eiginlega unun var á að hlýða ekki neitt. Þegar þurfti. Sumir fóru létt með það. Sumir fóru mjög létt með það. Við ætlum að tala hvað Bjarni var að boða. Ég man mest að því að það var að boða. Að fara að breyta stjórnarskránni núna á síðasta þingveturinn þegar allt verður í fæting, sko. Þá vill hann fara vinna í því. Þetta náttúrulega smjörklípur, það ekki? Jú, hann að reyna sína betri sparilegina sér. Hann að reyna að kaupa sér einhvern frið með barbabrellum, sko. Ég veit það ekki, hann byrjaði ræðuna sína á því að guma sig að því að ákoma ríkissjóðs hefði reynst 100 milljónum betri en 100 milljörðum. Heldur en áætlunin gerði fyrir 3 ári í röð. Þá langar mig bara að spyrja Bjarna á móti býtu, hverju ertu þá með allt niður í ríkisfjármálum? Og hver spáir í spilin sem að klikkar 100 milljörðum ár eftir ár? Áætlanir. En þetta ekki bara sko meir og minna stórfelldar jaðarskatta hækkanir og gjöld sem eru bara á þig og mig og bara alls konar láglauna fólk? Já, og líka virðisaukaskattir því að vörurnar hafa hækkað, það er allt hækkað og við erum alltaf að borga virðisaukaskatta því. Einmitt. Þetta þannig penningur. Af hverju kemur ekki einhver upp í pontu? Og sko það sem hann guma sér af, það mætti alveg hjóla í það. Af hverju ekki bara næsti þingmaður stand by að hjóla í það sem hann hampar sér á? Nei, sko, það jafn vitlaust að skeika 100 milljörðum í þess áttina og í hin áttina. Akkurat. Að fólk sko sé ekki búin að gera sig grein fyrir sko hvað framundan á næsta ári. Þetta ekki 10 ára gömul spá, sko, þetta bara síðan í fyrra. Þetta ekki góð spámennska. Nei, og svo þetta svo sko, það pirraði mig þegar hann sko
segir ríkið styður árlega við byggingu 1000 íbúða með óbeinum hætti. Sko, það neyðar ástand af skala sem við höfum bara ekki orðið vitni að síðan við urðum lýðveldi í húsnæðismálum og þótt ríkið styðji árlega við byggingu nokkura íbúða með óbeinum hætti þá þarf bara svo miklu meira til. Það eru mjög afbrigðilegar aðstæður og þeim þarf að augljóslega svara með afbrigðilegum sértækum aðgerðum. Svo þegar hann leyfði sér að segja þarna, nota nokkrar mínútur til þess að fjalla, nokkrar sekúndur allavega til þess að fjalla ráðherra ábyrgð og landsdóm. Hvað að þessum forsætisráðherra? Að sko, það sem við þurfum að hafa mestar áhyggjur núna? Að ráðherrar það sé hægt að draga það fyrir landsdóm, eins og Geirharði forðan. Er þetta forgangs? Er eitthvað þannig mál uppi núna? Það veit ég ekkert en bara að hann skuli setja þetta inn í ræðuna. Forréttinda blindan. Er þetta eitthvað út af því sem að salan á Íslandsbanka eitthvað, hann eitthvað hræddur að vera dreginn fyrir landsdóm? Ég ekkert viss að það sé persónulegt. Hann er bara í raun að tala fyrir því að ábyrgð ráðamanna, þeirra sem sukka með fé og skipta þjóðinni í tvennt, þar sem annar helmingurinn er fastur í fátækragildru, en hinn nýtur þess að það eru 9,25% stýrivextir hjá Seðlabankanum og græðir á þessu hamfara ástandi. Hann er bara einhvern veginn, hann er hvergi tengdur, hann er svo fastur í Garðabænum að maður sá það. Þetta er skrítið mál og hann er kannski ekki maðurinn heldur til að vera sko með einhverja rör sín á það. Manni finnst að svo ætti ekki að vera. En hann ætlar að vinna sér hilli sem forsætisráðherra þá hann að skipta takt. Eða geti það bara ekki? Nei, sko bara hvernig hann týndi út alls konar litla hluti sem engu máli skipta í stóra samhenginu. Eins og bara þetta sem ég var að nefna. En ávarpar sko ekkert að því sem að varðar mestu að ræða. Sem eru bara hamfarir í íslensku efnahagslífi, sem misskiptingin, sem húsnæðismarkaðurinn. Og vera að lúberja fólk bara. Já. Og svo þrætar alltaf fyrir, sko. En vanskilin aukast. Einmitt. Og yfirdráttarlánin í botni, það byrjar á því, þau byrja að hækka. Til að halda heimilinu þá fara þeir yfirdráttarheimild. Og svo, þegar það komið upp í topp, þá þrengir alltaf að. Það er ekki að borga af henni kannski, en hæstu vextir, 17% vextir eitthvað sko, á yfirdráttarheimildinni. Og þetta er svo mikið þvingun sem er í gangi. Og hvað gerði Arion banki í gær? Hækkaði vexti á verðtryggð lán. Annars vegar 12% og hins vegar 15%. Þetta er engar smá hækkanir. Þetta er engar smá fingur framan í þjóðina. Þannig að sko það er ekkert talsamband á milli stjórnvalda, Seðlabankans, bankakerfisins og þeirra sem að hafa með efnahagsmál að gera, nema að þeir ætli bara að ræna og röpla öllu, tæma sjoppuna og stinga af. Þú veist. Sko þegar ég sá þetta með Arion banka þá sko þegar nú eru tekjublöðin komin út, þá væri gaman að taka saman sko kannski 10 launahæstu starfsmenn Arion banka, hvað þeir eru með á mánuði meðtali. Einmitt. Þetta er fólk er ekki tengt við þann raunveruleika sem er fyrir utan húsið. Nei. Hafi manni nokkru sinni orðið ljóst að hér búa 2 þjóðir í einu landi sem að noti nú þann gamalkunna frasa, þá var það til dæmis á mótmælafundinum núna í vikunni að sko við sjáum ekki nema einhverja 4 eða 5 þingmenn í öllum hópnum úti. Þeir komu frá 2 þingflokkum síndist mér, annars vegar Pírötum og hins vegar Flokki fólksins. Ég sá ekki þingmenn úr neinum öðrum flokkum. Nú skildi maður ætla að margir þingmenn í stjórnarandstöðinni myndu vilja styðja við bakið á öllum þessum Íslendingum sem aldrei eru huggaðir. Af því að það er mjög áhugavert að ég hef nefnt það áður við Rauðaborðið, að norskur félagi minn sem býr hér á Íslandi, hann talar alltaf það að þegar norðmenn lenda í þótt ekki sinnum að bara einhverjum
tímabundnum 3-6 mánaða skakkaföllum efnahagslega, þá hefð fyrir því að ráðherrar í viðkomandi ríkisstjórn séu að tala við þjóð sína huggana, stappi hana stálinu, séu auðmjúkir, biðjast afsökunar á því að efnahagsástand sé vont í einhvern smá tíma og svona. Hugsaðir hamfarirnar sem við erum með hér, til dæmis þessa stýrivexti sem hafa verið meira en ár, 9,25%. Eignir fólks brenna Eignir fólks brenna upp á leifturhraða. Ég hef sagt það áður að mitt eigið húsnæðislán, það hefur hækkað 16 milljónir síðan ég flutti frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir 3 árum. Og ég samt örugglega búin að borga 16 milljónir af því. Skilurðu? Þetta alveg svakalegt. Ég ekkert að kvarta undan eigin hlutskipti en þegar mér blæðir svona, hvernig þá ástandið hjá mörgum öðrum? Og af hverju sko standa þessir þingmenn sérstaklega í stjórnarandstöðunni ekki betur með almenningi? Svo við komum aftur á því hvað mikið sóknarfæri. Þá langar mig allans að koma að ræðu Kristrúnar Frostadóttur að mér fannst hún daufleg. Dauf? Já, mér fannst hún dauf. Þarna voru flottir frasar, það voru snjallar setningar þarna, en mér fannst vanta ástríðun og hjartað. Og hún er ekkert á öðru máli en Bjarni Ben það, að hún styður það, virðist vera, að Seðlabankinn sé alltaf að keyra okkur í kaf með sömu hástýrivöxtunum, þótt mjög margt bendi til þess, segja jafnvel bara bestu efnahagssérfræðingar landsins, að þessir háu stýrivextir, þeir gera ekki neitt annað en að bara auka vandann. Og af því að við hlökkum nú öll til að fá ný stjórnvöld og allir sammála það að Kristrún Frostadóttir verði annarkvort forsætisráðherra eða fjármálaráðherra, okkur finnst það svona líklegast í dag. Þá fannst mér hún ekkert nota tækifæri neitt mjög vel í gærkvöld til þess að svona kynda upp eftir væntingu og tilhlökkun. Þetta í þessu sko, á hún að sækja bara strax á Bjarna. Hún alltaf búin að lesa ræðuna áður sko. Á hún að sækja strax á Bjarna, eða hvað hún að gera? Á hún að spila bara svona neutral og rísa svo upp skömmu fyrir kosningar. Ég held að vera bara að sækja strax út að sín að þú ætlar að sækja í pólitíkinni, þá áttu bara, þarna var tækifæri til að byrja. Þarna átti að byrja. Já, ég er sammála og svo er líka bara mér svona áhugavert að velta því fyrir sér. Nú erum við að ræða strategíu, hvort þessi strategist rétt að sækja það ekki, en hvað með bara líka það að vera bara málsvari íslensku þjóðarinnar á öllum tímum. Og íslensku þjóðina vantar málsvara. Þú voru í þinginu í dag að ræða fjárlögin og þá kom hún upp í ansvar við Sigur Inga og var bend á það að frá samningu sem voru gerðið 2006 eða 2007 þá tók ríkið þátt í að borga örorkulífeyri til þeirra verkalýðsfélaga sem eru með sko mest af því fólki sem að slátra sér bara líkamlega á leiðinni og jafnvel andlega líka og hefur þurft að sko taka örorku og það var sem auka greiðslur til þeirra til að svo að aðrir í þeim lífeyrissjóðum myndi ekki gjalda fyrir. Þetta var bara samið þetta 2006-07. Það er sem til að jafna þetta en nú er það bara verið að taka þetta bara meira minni burtu og hún spyr Sigur Inga út af þessu þetta. Hann eitthvað bara delerar eitthvað sko, þetta er eitthvað til að sko sækja eitthvað að hann segir eitthvað þegar þetta var gert þá áttu lífeyrissjóðirnir 1000 milljarða, nú er 8000 milljarða og hvað? Forsendurnar fyrir hinu eru ekkert brostnar sko, af því að það er sko mismunur milli lífeyrissjóða. Þetta var til að styrkja þá lífeyrissjóði sem að þurfa að borga mest í örorku af því að þeir eru með fólk sem eru þrælar. Einmitt. En hún var þó svona að berja, og hún sagði reyndar eitthvað líka, samfylkingin væri málsvari þeirra sem minnst mega sín á landinu. Já, það er nú margir sem að finna nú ekki allt og sterka vinstri taug í samfylkingunni. Nei, hún sagði þetta, ég var ekki að taka undir þetta. Nei, ég meina, en þarna er hún að reyna að höfða til vinstri kjósanda með því að segja það sem hún segir. En það er nú svona spurning hvernig við upplifum það. Svo sko
Kristrún skulum ekki gleyma því að hún lagði sérstaka áherslu á það í ræðunni í gær að nú væri hennar flokkur sem hafnaði upphlaupum, flokkur sem að hvíldi klofningsmál og spyrði sig hvað getur þorri landsmanna saminast gott og vel, en núna eru bara svo mikil átök í samfélaginu að þú getur ekki á öllum tímum bara leita að því sem að fólk sem saminar fólk. Þú segir þetta er sko, við erum búin að vera blaðamenn sko í langa tíma og það er stefnuræða forsætisráðherra og okkur varst lítið til að koma, skiljum ekki alveg. Og hver er tilgangurinn og heldur ekki stjórnarandstöðuna að stökku ekki á vagnin nema Inga Sæland þá kannski. Akkurat, mér fannst dauðafæri renna Kristrúnar Frostadóttur úr greipum. Ég þurfti að fara í símtal á mistil hluta þessu en ég hef mistil hans að Svandísi, ég heyrði eitthvað þar að bara hún hafi verið alveg ágætt. Já sko, það var alltaf merkilegt með Svandísi að ræðan var góð, hollengin á Svandísi var áhugaverð. Ég sá svona einbeittari Svandísi en ég hef séð í svolítinn tíma og hún sagði með öllu sínu fasi, klæðaburði og hverju einasta orði, hér er ég er ekki búin að gefast upp og ég ætla að taka við formennsku í VG. Ég tók að ég nú lítið sko vit á tískuströmmum eða klæðnaði en þegar ég sá hana þá ég sagði, helgi hún flott núna. Já, ég las þetta þannig að hún væri mjög ákveðið að melda sig til leiks og svolítið fyndið í þessu samhengi en maður má leyfa sér að tala það sem að mann fyrst fyndið því að þá er það nú alltaf einhver sem að geldur fyrir það að sko á sama tíma og hún svona bústast svolítið upp og segir held ég íslensku þjóðinni að hún ætli að taka slaginn og hún sé verðandi formaður VG þá er sko Mummi formaðurinn sem núna hann þarf að láta sér linda að taka við sko ansi beittum sneiðum frá Andrési Inga fyrrum VG þingmanni núna Pírata með minnir svo ég reyni nú bara að fletta þessu upp ég puntaði nú eitthvað pínulítið ég held að hann sagði Andrés Ingi við Mumma formann VG góði, líttu þér nær og þá var hann að tala loftslagsmálin að formaður VG hafði semst viljað brýna samfélagið í loftslagsmálum en Andrés Ingi svarar hann þannig á hans vakt séu engar aðgerðir í loftslagsmálum það sé ekkert að þokast áfram hér í umhverfismálum á Íslandi þannig á meðan sko Mummi formaður VG þarf að taka þunghögg frá sínu fyrrum flokksfélögum þá stígur Svandís upp þarna og sumir reyndar vildu meina það að hún væri að flytja ræðu sem að hefði ekki hentað almennilega stað og stund og ég held að með því hafi fólk átt við að hún hafi svolítið svona litið framhjá því að hún væri í ríkisstjórninni en mér fannst nú samt einhver svona hressilegur blæri yfir því, hvernig ég orða það að sjá bara glampan aftur í augunum á Svandísi Svavarsdóttur. Herðu, en tími líður hratt ekki að fara að segja þetta gott? Jú, svona bara mestu kannski langar mér líka aðeins ef ég má að til dæmis nefna það að mér fannst heimspekin í ræðu Halldóru Mogensen hjá Pírötum mér fannst hún góð hún var að ræða það sko að einstaklingshyggja í bland við kröfuna verðleika væri að kljúfa samfélagið niður svona þingmenn sem tala hugmyndafræði og strauma og stefnur það er eitthvað svona þú veist, það er eitthvað sem að mér finnst að við mættum gera meira af og svo vil ég líka svona kannski rétt í lokin nefna að mér fannst Sigurður Ingi ekki eiga góðan dag og mér fannst óbáðslegt stemningsleysi yfir nánast öllum þeim sem töluðu fyrir hönd ríkisstjórnar. Já, svo var það Lilja Alfreðsdóttir nema kannski hjá Lilju hún bara lét stjórnarandstöðuna bara heyra það já, það var sko svona barátta í henni en þetta var þetta var hvorki fugl né fiskur sko. Heilt yfir við gefum þessu ekki marga tjónu nei, þetta er hauskúpa bara
En hér eftir ætla þú að fá ykkur til þín til að ræða breytta áfengissölu? Já, hagkaup. Já, það passar. Vegniði vel með það. Já, takk. Og sæl að sinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.